Sæl og blessuð og hjartanlega velkomin á þennan fund. Hólmgeir Karlsson heiti ég, framkvæmdastjóri Bústólp á Akureyri og einnig ég formaður kjördæmafélagsins okkar viðflokksins í Norðausturkjördæmi og fyrir hönd kjördæmafélagsins langar mig að bjóða ykkur hjartanlega velkomin á þennan fund okkar. Ég vil í upphafi kynna framsögumennina. Ég mun sjálfur stjórna fundi, þó ég sé nú með eitt af framsöguerindunum. Við gerum þetta bara eins og í bændastéttinni, við köllum ekki til fleiri en þarf til að vinna verkin. En ég verð með stutt upphafserindi þar sem að ég mun draga mynd af landbúnaðinum, fyrst á landsvísu og svo kjördæmið okkar. Og síðan mun hann Yngvi Stefánsson, svínaræktandi eða svínabóndi og formaður félags svínabænda, flytja okkur erindi samkeppnisstöðu svínaræktarinnar og tollvernd. Ágúst Torfi Hauksson, framkvæmdastjóri Norðlenska, mun fjalla samkeppnisstöðu og samkeppnisumhverfi kjötvinnsla á Íslandi. Og síðan að endingu hún Ágústsdóttir, sauðfjár- og ferðaþjónustubóndi sem að mun fjalla hálendisþjóðgarðinn og landbúnaðinn. Fyrirkomulag á fundinum verður þannig að við leyfum stuttar fyrirspurnir eftir hvert erindi en best þar sem að það stefnir í að þetta sé mjög fjölmennur fundur. Best að við notum spjallþráðinn eða chatið og þar getið þið þá skrifað annaðhvort ég bið orðið eða reynilega bara skrifa spurningu sem að við berum þá upp við frummælendurna. En ég held að okkur sé ekkert að vanbúnaði. Það eru komnir það margir inn á fund að ég held að ég ríði bara á vaðið með erindi mitt. Þið sjáu þetta er komið á skjáinn til ykkar. Það sem ég ætla að fjalla er umfang og mikilvægi landbúnaðarins í Norðausturkjördæmi. Og þegar við tölum grunnstoðir í samfélagi, þá erum við að tala þá þætti sem við sem þjóð sameinumst að standa vörðum og sinna vel af því að þeir eru grunnur af því samfélagi sem við búum okkur saman til að tryggja öllum grunnþarfir og öryggi. Landbúnaðurinn og matvælaframleiðslan okkar eru þannig raunveruleg grunnstoð. Rétt eins og menntakerfið okkar og heilbrigðiskerfið og þess vegna leggja þjóðir almennt ríka áherslu á að standa vörð atvinnugreinina hver í sínu landi og með ótal aðgerðum, opinberum stuðningi, stöðugu rekstrarumhverfi, innflutningshindrunum á tollum og sérlögum ef á þarf að halda. Og í okkar tilviki þekkjum við búvörulögin sem eru sérlög og ganga lengra heldur en samkeppnislög. En höfuðmarkmiðið okkar alltaf að tryggja annars vegar fæðuöryggi, að allir hafi mat og matvælaöryggi að við höfum aðgang að öruggum matvælum. Fyrir utan þessa sérstöðu að vera ein af grunnstoðum samfélagsins greinin atvinnugrein sem skapar fjölda starfa, heldur landinu öllu í byggð eða sinnir það lykilhlutverki. Atvinnugrein sem skapar raunveruleg verðmæti með innlendu vinnuafli og aðföngum á meðan að margar aðrar stoðir samfélagsins nýta eingöngu sameiginlega sjóði til að skapa gæði. Atvinnugreinin sparar gjaldeyri í tugum milljarða tali. Atvinnugreinin býr þess utan til jarðveg fyrir fjölda annarra atvinnugreina og starfa og má þar nefna ferðaþjónustu í dreifðum byggðum.
Örlítið stærðin á þessu að landbúnaðurinn okkar í landinu eru 6.700 lögbýli skráð og á ríflega 3.000 þeirra eru framleiddar búvörur, mjólk, kjöt, grænmeti, egg og fleiri afurðir. Og á fjölda bíla svo rekin ferðaþjónusta einnig, ýmist sem aukabúgrein eða sem aðalatvinna. Í dag starfa 3.400 manns í landbúnaði og við teljum að 10.000 störf tengist landbúnaði með einum eða öðrum hætti. Matvælavinnslan ein og sér velti á árinu 2019 155 milljörðum og var 18% af heildarveltu iðnaðar á Íslandi og þá talið án fiskvinnslu. Þar eru 4.000 störf og 12,7% af störfum í iðnaði. Mjólkur- og kjötvinnslan, samkvæmt samtökum þeirra sem mjög stór grein innan matvælavinnslunnar, samkvæmt þeirra tölum, þá velti mjólkur- og kjötvinnslan ein og sér 60 milljörðum og skapar á milli 2.000 og 3.000 störf. Og þarna erum við að tala fyrirtæki sem eru dreifð vítt land og eru mikilvægur þáttur í atvinnustarfsemi í hinum dreifðu byggðum og auk þess að veita fjöldamanns atvinnu þá skapa þessi fyrirtæki forsendur fyrir fjölda annarra starfa í iðngreinum og þjónustu við landbúnaðinn og úrvinnsluna. Ef við horfum á framleiðslu bændanna sjálfra, það að segja frumframleiðsluna, metið á því verði sem að bændur selja frá sér vöruna á fyrsta stigi, að þá var árið 2019 sú velta metin rétt tæpir 51 milljarður á landsvísu. Ef við horfum á þetta yfir nokkur lengra tímabil og skipt þarna í tvo flokka, annars vegar virði afurða nytjaplönturæktar og svo virði afurða búfjárræktar, að þá virði afurða búfjárræktar að jafnaði og yfir 40 milljarða og virði í nytjaplönturæktinni síðustu árin svona frá 12 og upp í 15 milljarða á ári. En þá að kjördæmin okkar og opna það með þessari fínu mynd af kúnum hans Jóns Elvars á Hrafnagili sem ég tók fyrir nokkrum sumrum. Kjördæmið okkar að ef við metum eða römmum inn umfangið þar, þá hef ég gert það á þann hátt að tína til allt, það að segja bændabílinn, sem að enda í úrvinnslu í kjördæminu okkar. Það ekki alveg auðvelt að draga línuna akkurat við kjördæmi, en við erum með 300 bændabíli sem eru með matvælaframleiðslu sem standa að baki þeirri úrvinnslu afurða sem eru fullunnar í kjördæminu. Nú, stærstu fyrirtækin sem þarna eru á ferðinni eru MS á Akureyri og Egilsstöðum. Við erum með fjölda kjötvinnslu fyrirtækja, Norðlenska Kjarnafæði í Fjallaland og fleiri aðilar, Bústólpi á Akureyri sem í fóðurframleiðslu og svo þetta fjöldi þjónustu aðila. Við getum sagt að hvar sem okkur ber niður í dreifbýli eða þéttbýli í kjördæminu landbúnaðurinn og matvælaframleiðslan í lykilhlutverki sem grunnstoð í samfélaginu. Við erum að tala störf, fjölskyldur, byggðakjarnar, sveitarfélög þar sem þessi grein undirstaða samfélagsins. Ekki bara bændur, heldur þjónustufyrirtækin, úrvinnslufyrirtækin og fjöldi annarra afleiddra starfa. Og bara til að taka frekari dæmi að bændabíli sem eru með mjólkur- og kjötframleiðslu, þau eru með verðmætasköpun núna upp á 6,7 milljarða í sölu afurða. Og þegar við bætum við sauðfjárbúum, svína- og eggjabúum við verðmætasköpunin í þessari frumframleiðslu 7,7 milljarðar og rúmlega 500 ársverk. Og þarna ég ekki að telja allt, því þarna fyrir utan þetta eru ótal önnur atriði sem eru í minni skala. Örlítil dæmi af þessum fyrirtækjum í fóðurframleiðslunni, þar sem ég starfa, þar eru framleidd á svæðinu 16.000 tonnar kjattfóðri og 4.000 til 5.000 tonn fara til viðbótar á hráefnum til svínaræktenda og í laxafóður, eða samtals 20.000 tonn.
Og svona til að setja þetta á smá mælistiku að bíllinn sem þarna á myndinni, fóðurflutningabíll, að til þess að deila þessu út til allra sem að nota þetta, þá þarf 1540 ferðir á ári með fullestaðan svona bíl. Þetta velta upp á 2 milljarða, 24 störf beint í starfseminni. Ef við tökum bara stærstu kjötvinnslufyrirtæki, Norðlenska og Kjarnafæði, þá eru þau að velta 9,5 milljarði í vörusölu og eru með rúmlega 300 ársverk. Þegar við tökum þetta saman, það er að segja veltuna í frumframleiðslu bænda, fóðurframleiðslunni, úrvinnslu á afurðunum og helstu þjónustu aðila við landbúnaði sem við tínt inn í þetta mengi, að þá erum við að tala veltu í kjördæminu upp á 28 til 30 milljarða og 950 til 1000 störf. Sem hlutfall af íbúafjölda, ef við horfum aðeins á þetta, þá búa núna 11,3% þjóðarinnar í kjördæminu samkvæmt nýjustu tölum og 19 til 20% af virði allar matvælaframleiðslu þjóðarinnar fer fram í kjördæminu. 25% starfa í landbúnaði og matvælaframleiðslu á landsvísu eru í kjördæminu. Því segi ég já. Landbúnaðurinn og matvælaframleiðslan skipta okkur máli í norðaustur kjördæmi. Þetta var það sem að ég ætlaði að opna með og sjálfsögðu opið fyrir fyrirspurnir við mitt erindi, en sjálfu sér það hugsað meira sem opnun og grunnur fyrir það sem að þau hin á eftir koma með, þar sem við förum að kafa dýpra ofan í einstök atriði. En ef einhver hefur spurningar strax, þá er það sjálfsagt. Ef ekki, þá held ég að við förum að undirbúa okkur undir að fá erindið hans Yngva. Og Yngvi, þú ert þarna klár. Ég ætla að deila glærunum hans Yngva. Já. Við ætlum að hafa hérna smá samvinnu þetta. Komið, á ekki bara að byrja Hólmgeir? Gjörðu svo vel, Yngvi. Komið sæl öll. Ég heiti Yngvi Stefánsson og er formaður félags svínabænda í Teigi Eyjafjarðarsveit, og eins og Hólmgeir sagði þá var tæknin aðeins að stríða okkur, þannig að við ætlum að vera með samvinnuverkefni hérna, þar sem að hann deilir kynningunni minni og meðan að ég rúli í gegnum hana. Ég ætlaði að fara aðeins yfir þá stöðu svínaræktarinnar í landinu og þá einnig samkeppnisstöðuna og tollverðina og svona staðan eins og hún er í dag í grófum dráttum er svo að það hefur vissulega orðin fækkun á svínabúum, að því það er hagræðingarkrafa á okkur og mikil tæknivæðing búin að eiga sér stað á síðustu áratugum. Þannig að einingunum hefur fækkað og þær eru svona taldar stórar á íslenska mælikvarða, en þær eru eftir sem áður þegar horft er á þetta svona í alþjóðlegu samhengi alveg agnarsmáar, og á Íslandi öllu eru 3300 fullorðin dýr eða gyltur, og svona til samanburðar þá eru 1 milljón gyltur í Danmörku, og ég var fyrir 15 árum að þvælast í Úkraínu, þar fór ég inn á eitt svínabú þar sem voru 12.000 gyltur. Þannig að okkur finnst svona einhvern veginn svona, já, í svona þessum alþjóðlegum samanburði þá er þetta alveg agnar litlar einingar og eins þegar kemur kannski að úrvinnslunni og öðru slíku, að þá eru við að framleiða þetta cirka 80.000 grísi á ári, og til samanburðar að þá er Danish Crown með eitt sláturhús í Horsens á Jótlandi og þeir slátra 20.000 grísum á dag. Þannig að þeir væri nú ekki nema 4 daga að taka framleiðslunni hérna innanlands í þessu eina sláturhúsi. Gætu tekið sér þá frí á föstudeginu væntanlega og verið búnir með íslenska markaðinn. Svona til þess að setja þetta í samhengi.
En það eftir sem áður þannig að svínaræktin skiptir virkilega máli sem hlekkur í íslenskum landbúnaði og Ágúst Þórir kemur örugglega betur inn á það á eftir en þetta svona gjarnan talað þetta sem hryggjarstykkið í vinnslunum að svona fólk áttar sig oft ekki á því þegar að tala unnar kjötfurur þá það mjög gjarnan svínakjöt. Þetta vinnsluvara mikil og mikilvæg svona til þess að reka þessar kjötfurur sem á landinu í dag. Og við erum komnir í miklar breytingar núna svona í okkar ytra umhverfi þar sem að það var mikil samkeppni innbyrðis fyrir 10-20 árum síðan. En núna sem sagt erum við að finna mest fyrir samkeppninu innflutt kjöt. Á sama tíma stöndum við þá frammi fyrir því að mjög metnaðarfullu regluverki varðandi aðbúnað svína og stöndum frammi fyrir gríðarlegum fjárfestingum sem í grófum dráttum bara hið besta mál en svona erum ansi súrir yfir því að sé ekki verið að gera einhverja sambærilega kröfur til innfluttu vörunnar. Hólmgeir, þú mátt bara fara á næstu glæru held ég. Hérna hef ég tekið saman gögn fyrst og fremst frá Hagstofunni, vísitölu neysluverðs og svo 2 undirvísitölur neysluverðs vísitölunar og svo einnig gögn samkvæmt verðskrá Sláturfélags Suðurlands verð á svínakjöti til svínabænda. Og þetta sem tímabili ágúst 2013 til janúar 2021. Og ég held að væri alveg sama hvaða tímabila maður myndi taka svona þegar horft nokkur ár aftur í tíman að svona þetta bara það sem að við höfum kvartað undan lengi að svona sjáum við þessu tímabili að þá hefur vísitala neysluverðs hækkað 18%. Kjöt unnið reykt og salta sem svona obbinn á svínakjötinu þar hefur hækkað ívið meira en 20%. Og það mjög lítið af svínakjöti í þessar undirvísitölu svínakjöt nýtt eða frosið sem hefur hækkað 9%. En svo sjáum við á sama tíma að verð til bænda hefur lækkað 11%. Og þetta veldur okkur áhyggjum, það að segja svona að svona í grófum dráttum að þessar lækkanir til bóndans skilja sér ekki í vasa neytandans. Og Hólmgeir mátt bara fara eina glæru þar sem að ég tók annað tímabil þarna á næstu einu tilbaka að þarna svo tók ég frá maí 2018 og það raun og veru af því sem að þá byrjar tollasamningurinn við Evrópusambandið sem var gerður árið 2015 þá byrjar hann að tikka inn og nú bara núna áramótin og komin endanlega fullu afli. Og það hefur ekkert látið standa á sér að það hefur orðið til kjaraskerðingar í minni búgrein en á sama tíma þá það sýnir þetta línuritt það aftur eins og hitt fyrir að skila sér ekki í vasa neytandans. Og líka ef við horfum á hina glæruna þá þetta ekki að fara tilbaka en þá sjáum við líka á þessu tímabili voru innflytjendur að fá í gegnum dómstóla þúsundir milljóna endurgreiddar þar sem mótboðsfyrirkomulagið var dæmt ólögmætt og maður sér hvergi þess merki að þetta skili sér til neytandans. Þannig að það svona neikvætt. Hólmgeir mátt fara bara næstu. Já, og tókum við saman sem sagt af því þegar sagt að vera að koma kjöt frá Evrópu þá það nú ansi mörg lönd sem þar undir. En það að koma svona skýrar línur í hvaðan kjötið að koma. Við sjáum 2018 að þá fjórðungurinn að koma frá Þýskalandi og tæpur helmingur á Danmörku og svona meiri fjölbreytileiki. En svo sem sagt fyrstu 10 mánuðin á síðasta ári, ég var ekki búinn að vinna seinustu 2, að þá sjáum við að Þýskaland með næstu því helminginn af markaðinum og Danmörk rúm 40% og aðrar þjóðir 11%. Þannig að þetta svona, við sjáum þetta einhvern veginn svona færast alltaf í fastar og fastari skorður að það fækkar löndunum og þetta Þýskaland og Danmörk svona, já, með tæp 90%.
fara á næstu Hólmgeir. Og af því ég nefndi hérna áðan sko hvað markaðurinn hefði gjörbreyst á 10 árum, að þá sjáum við aftur þarna sko að búin að setja upp sem sagt frá árunum 2010 til 2020 hvernig þetta hefur verið að þróast annars vegar innflutningur á móti innlendri framleiðslu. Og við sjáum sko árið 2010 þá erum við að framleiða rúmlega 6.200 tonn. 2020 erum við einungis að framleiða 6.800 tonn. Þannig að þetta nú ekki mikil aukning, en á sama tíma hefur innflutningur, ef við sjáum svo aftur grafið þarna til línuriti til hægri, farið úr því að vera 3% og á árinu 2019 að þá var innflutningurinn komið með sem sagt fjórðungsmarkaðshlutdeild. Og inn í þetta vantar þá í raun og veru þessa miklu nýju tollkvóta fyrir pylsur, unnar kjötvörur, saltað kjöt og fleira sem að mjög stóru leyti hérna svínakjöt. Þannig að ég hef leyft mér að segja svona eins og þarna árinu 2019 og þegar því hafi verið bætt við, að þá hafi innflutningur verið komið með svona upp undir þriðjung af heildarmarkaði hérna innanlands í svínakjöti. En svo sjáum við þessa þróun hérna sem að ég kalla hana bara COVID-áhrifin, hérna 2020 þar sem að dró verulega úr innflutningi, sem að náttúrulega, já, þetta minnkun á túrisma og öðru slíku sko. Þannig að svona þetta hefur fyrir 10 árum síðan, ef einhver hefði sagt mér það sko að hérna innflutt kjöt væri komið þriðjunginu hilliplássinu sko, ég hefði nú ekki trúað því. En þetta engu að síður raunin. Skulum halda áfram bara. Já, og þetta nú þessi klassíska umræða, hann gengið mjög mikið á svona hvað maður segja síðastlið árið varðandi tollverndina, að hérna sitt sýnist hverjum sko, og manni finnst stundum þreinlega að þurfa að útskýra af hverju við þurfum tollvernd. Og það þá fyrir það fyrsta sem að virðist einhvern veginn komast illa til skila. Þetta einfaldlega ójafn leikur. Það að segja að við svínabændur hér innanlands upplifum okkur ekki vera að keppa eftir sömu leikreglum og kollegar okkar erlendis. Og þarna sjáum við til vinstri að sko eins og þegar kemur að geldingum, þá eru mörg ár síðan að þær voru aflagðar hér á landi. Og hérna, þetta gert í dag með bólusetningum með tilheyrandi kostnað og vinnu. Á meðan að í Evrópusambandinu þá þetta gert með þeim hætti að bóndinn framkvæmir þetta sjálfur. Sama gildir aðbúnaðinn með gotstíur, að hérna, það á alltaf vera komið í lausugöngu hjá okkur 1. janúar 2025 og búið eru að undirbúa það og eru á undan þá í millitíðinni. Og þá einnig gerð krafa mun meiri hérna, stærðir í stígjum og 50% stærri gotstíur, svo dæmis í tekið. Og við þurfum að vera með heil gólf og það sem að kannski líka mjög stórt í þessu, að það semst sýklalyfjanotkunin. Að sko Danir eru kannski að nota 8-falt magn á móti okkur í sinni framleiðslu og Þjóðverjar 50-60-falt magn. Og það alveg sama hvað menn segja, það einfaldlega verið að nota þetta með fyrirbyggjandi hætti. Þetta notað út í vatn, þetta notað út í fóður, ég sé það sjálfur. Og það erfitt að reyna að koma orðum að því hvað þetta mikið samkeppnisforskot, sem að við höfum engan áhuga á því að taka þátt í, en finnst ansi fúlt að keppa við. Og það einhvern veginn sko, þessi punktur þarna, að hérna, hann vegur alveg rosalega þungt í því þegar ég tala ójafnanleik, alveg óheyrilega mikið. Og þá það ekki á þeim forsendum við sem að biðjum að fá að setja sýklalyf á fullu í gripinn okkar. Og svo nefni ég hérna líka aðgang á erfðaefni. Það nú þannig að hérna, við höfum mjög góða heilnæmisstöðu hér á Íslandi og viljum alls ekki fórna henni þegar kemur að ýmsum sjúkdómum, og að því leiðir að við fáum einungis að kaupa erfðaefni frá einni kynbótastöð í Noregi, djúpfryst sæði, og það tugfaldur kostnaður sem felst í því fyrir okkur fyrir utan flækjustig að stunda okkar kynbætur í samanburði við Evrópulöndin.
Og svo það þá líka þetta með sko framleiðslu aðstæðunar að við getum örugglega fengið einhvern hagfræðiprófessor til að segja okkur það að það sé ekki skynsamlegt að stunda landbúnað á Íslandi af því sem að þetta eru krefjandi aðstæður og eins og við vitum að Evrópusambandið skilgreinir landbúnað norðan 62. breiddargráðu sem heimskautalandbúnað og eru með ákveðnar leiðir þar til þess að styrkja sinn landbúnað til þess að jafna samkynsstöðu milli ólíkra ríkja og svo það náttúrulega þetta klassíska líka sko að með samspil verðlags og launa. Ég leyfði mér að taka úr skýrslu viðskiptaráðs frá 27. janúar síðastliðnum texta og ætla að lesa hann upp Sum umræða álíka fastur punktur í íslenskri umræðu og árstíðina 4. Dæmi þetta hátt verðlag, svo umræða þó oftar en ekki á villigötum að því leyti að horft framhjá þeirri staðreynd að hátt verðlag þegar upp staðið afleiðing af háum tekjum Íslendinga og þannig miklum kaupmætti hagsæld. Þannig að þetta einhvern veginn sko með ólíkindum hvernig þessi umræða afpakkast alltaf og það tekið úr samhengi sko kaupmáttur launa við almennt verðlag. Hólmgeir mátt fara áfram. Og þetta finnst mér mjög áhugavert tekið einmitt á sömu skýrslu. Þarna verið að sýna sem sagt sæti Íslands í kaupmætti ráðstöfunartekna eftir neysluflokkum og takið eftir því að við erum sko í öðru sæti þegar kemur að mat og drykkjarvörum af 34 þjóðum. Ef við förum, það einungis sko í rafmagn og hita sem að við komumst í fyrsta sæti, annars erum við alls staðar lakari. Og mér finnst mjög áhugavert að horfa eins og þetta með svo fatnað og skó. Af hverju erum við bara í 4. sæti þar? Eru það tollar og gjöld eða? Ég held ekki. Þannig að þetta finnst mér svo skrítið sko hvað þetta fær einhvern veginn lítinn hljómgrunn í opinberu umræðu. Ég velti því fyrir mér sko af hverju ekki svona, af hverju umræðan ekki á hærra plani. En við skulum halda áfram. Já, bara svona kannski í lokin að við teljum svona þessa núverandi búvörusamninga sko vera mörgu leyti barn síns tíma og svona vera samningar fyrir síðustu öld og við erum að horfa á 4. iðnbyltinguna og neyslumynstur neytenda breytast rosalega hratt og ég held að það sé hagur allra og ekki síst bænda að svona koma einhvern veginn með sveigjanlegra kerfi þar sem við getum lagt svona meiri áherslun á nýsköpun og þróun og leiði til að takast á við breytingu í neyslumynstri neytenda að það einhvern veginn horfa meira svona á sko markaðinn hvernig að bændur geti meira verið kvikir að svara breytingum í eftirspurn og framboði svona á hverjum tíma. Það sé ekki svona niðurnjörvað eins og í dag. Og sjálfsögðu náttúrulega auknu fæðuöryggi og þar á meðal innlenda fóðuröflun og þrátt fyrir svona dapurt styrkjakerfi í kornræktina þá hafa svínabændur og sérstaklega sýnt ákveðið frumkvæði þar nýsköpun. Eða nýsköpun svona nýbreytni að það svínabú sem nægt sér allt sitt bygg í sinni framleiðslu og svo náttúrulega síðast en ekki síst að þá það þetta sem hefur truflað okkur og haldið svona kannski orðið til þess að við höfum ekki tekið stór skref í fjárfestingum upp á síðkast að það að vantar þessa skýru sýn á tollverndina. Við sáum þetta hvernig samningarnir voru gerðir 2007 og eins 2015 og aðdragandinn og þar sem var nú verið að semja eiginlega bara tonna móti tonni þessi örmarkaðar við marka sem telur tæplega 450 milljónir og þannig að það allavega og ég held að sé ekki bara fyrir svínaræktina fyrir landbúnaðinn allan og þá þetta bara önnur af 2 meginstoðum landbúnaðarins tollverndin og sama tíma má ekki túlka það þannig að ég sé að tala að eða við svínabændur að það loka landinu og það ekki að vera neins samkeppni, alls ekki, hún bara af henni góða og veikur vörúrval og heldur okkur á tánum, það bara, það má enginn taka því svoleiðis en þetta þarf að vera einhver smá skynsemi á bak við þetta, hún því miður ekki í dag. Takk fyrir.
Bíddu, já, þetta á að líta á tjatti hjá mér. Já, Þröstur, Hólmgeir, þú náttúrulega tekur bara stýrið þessu, fyrirgefðu. Já, bara takk kærlega fyrir þetta erindi, Yngvi. Þröstur kominn á mælendaskrá, ég held að það sé sá eini sem hefur beðið orðið. Þröstur, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Ég var aðeins að velta fyrir mér þessu með þennan aðbúnað það virðist vera svo, þetta alls staðar í öllum landbúnaði á Íslandi virðist vera strangari kröfur hér en út í Evrópu. Og ég held ég að þessi evrópska matvælalöggjöf gilti alla, við erum náttúrulega ekki einu sinni í ESB en manni er sagt að þetta sé ekki með samninginn. Vitið þið hvernig stendur á þessu? Hvar liggur þessi munur? Af hverju þurfa bændur út í Evrópu ekki að fara eftir þessu en við hér á Íslandi hefur allt vitlaust hér ef að menn ekki hér með einhverjar ofurkröfur. Og bara það sem ég var að velta fyrir mér. Takk fyrir. Yngvi, þú mátt svara þessu bara. Já, ég get svo sem svarað þessu bara fyrir svínaræktina, þá það í raun og veru þannig að það bara tekin pólitísk ákvörðun á hálfu stjórnvalda að setja meiri kröfur á innlendu framleiðsluna heldur en Evrópusambandið. Þetta ekkert þetta bara pólitísk ákvörðun innanlands að taka þessi skref. Og þegar við erum komnir þarna í þetta nýja umhverfi þá stöndum við jafnfætis Norðmönnum sem eru langt á undan öðrum þjóðum í dýravelferð. Og eins og ég segi, það ekkert mín greinir að sjálfsögðu fögnum við allri bættri dýravelferð og þetta snýst ekki það sem við erum ósátti við og það náttúrulega bara þessi skakka samkeppnisstaða og ég hef nú verið pínu grófur, ég hef sagt bara fellið bara niður þessa blessuðu tollvernd. Það í góðu lagi, bara takk algjörlega niður. En gæti ég þá þess þegar kemur aðbúnaði sýklalyfjanótkun og öðru slíku að innflutta varan uppfyllir nákvæmlega sömu skilyrði og innlenda framleiðslan. Þá getum við alveg keppt. Og það svarar spurningunni. Takk fyrir þetta. Við ætlum að hleypa einni spurningu í viðbót og það hún Erna sem með spurningu en svo langar mig að bara beina því til ykkar að við verðum eftir að streymi fundarins lýkur, þá verðum við með að opna mælendaskrá og þið getur bara hreinlega skráð ykkur á mælendaskrá í tjattinu. Gjörðu svo vel, Erna. Já, takk fyrir þetta, Hólmgeir og Yngvi. Ég reyndar ekki með eina spurningu, þetta 4. Yngvi, fyrsta lagi, hverju breytt fyrirkomulag úthlutunar og tollkvótum áramótin? Hvað hefði félag svínabinda vilja sjá gert? Hvaða kröfur hefur félagi gert samband við endurskoðun á samningnum við ESB sem utanríkisráðherra hefur tilkynnt að hann ætli sér eða hefur beðið og hefur félagi vitneskju hvaða samningsafstöðu stendur til að setja það fram? Erna, hún fer alveg með mig. Breytt fyrirkomulag, þú ert að vísa til þess núna þá að það var farið aftur frá hollensku leiðinni og yfir í ég veit ekki hvað skal segja það í stóru myndinni þá breytir þetta ekki miklu af því sem að það einfaldlega bara of mikið magn af kjöti á markaðinum þannig að ég held að þetta sé, þetta svona eins og að setja einhvern plástur á opið sár þetta ekkert sem að ég vil ekki gera lítið úr frumkvæði pólitíkunar í þessu en það bara þarf að skrúa fyrir hennar krana á meðan að menn að ná vopnum sínum, það bara ég met stöðuna þannig en ég með svo mikið athyglisbrest, þú eiginlega bara að koma með eina í einu hvað var næst? Ef ekki bara halda áfram eftir þá streymið með tíma til að spjalla þá. Jú, ok. Jú, ljómandi fínt, Erna, við skulum gera það þannig af því að við ætlum að reyna að halda okkur svo við tíman að við klárum fund örugglega 12:30 en þetta gengur ljómandi vel hjá okkur. Þá langar mig bara að bjóða Ágúst Torfa Hauksson velkominn með sitt erindi. Gjörðu svo vel, Ágúst. Takk fyrir.
Ég hérna ætla aðeins að deila skjánum. Af hverju sér þetta af hverju? Einhverjum ástæðum þá verði ég að deila öllum skjánum. Það líklega skaðlausu. Þarna sjáu þetta núna? Hólmgeir, þetta í lagi? Já, þetta í lagi. Ok. Þá bara hef ég mál mitt, ég var beðinn að ræða aðeins samkeppnisstöðu og samkeppnisumhverfi kjötafurðastöðvanna þetta heima, eða kjötiðnaðarins. Fara yfir þetta bara svona rétt aðeins í stuttu máli. Það eins og Yngvi nefnir að sko stóra málið í þessu innflutningurinn. Það er helsta baráttumálið í þessu og tollverndin hjá okkur er algjörlega bitlaus. Eins og hefur nú komið fram ítrekað í greinum og fleira að þá það þannig að tollverndin þá tvíþætt og annars vegar með það sem kallað krónutölutollar, sem fyrst krónutala á kíló af ákveðnu tollnúmeri og síðan þetta verðtollar, sem prósentutala af verði hins innflutta. Og krónutalan bara óbreytt síðan 2007 og verðgildið orðið hjákátlegt. Sama tíma hafa þetta kvótar aukist mjög mikið, eins og í töflunni þarna næst á þessari glæru. Þannig að þessar krónutölur í tollskráni hafa þá minna vægi þar sem að kvótarnir eru stærra og stærra hlutfall af því sem að flutt inn og eins og Erna spurði hérna Yngva áðan að þá náttúrulega breytt núna útboðsfyrirkomulaginu aftur tilbaka en þess að svona mitt komment á þá spurningu raun og veru sko að litla sveiflur þarna niðri hvort að menn að fá kvóta í kjöti á 100 eða 200 krónur eða 200 eða 300 krónur. Það breytir ekki því að íslenskur landbúnaður og íslensk framleiðsla á svona vörum á afskaplega örðugt og næstum því ómögulegt að keppa við innflutning á svo lágu verði. Við þurfum að tala aðrar tölur það til þess að það hafi einhver áhrif sem skipta máli. Og þannig að mín skoðun hefur verið sú að þetta sé, og ég held að ég deili því sko með mjög mörgum, að þetta sé mjög vannýtt verkfæri í stýringu á landbúnaði og samkynhneigðar landbúnaðar. Það virðist vera og þannig að mjög sterkir aðilar í samfélaginu sem mikið hlustað á eru meiri talsmenn þess að aukinn sé beinn stuðningur frekar heldur en í gegnum tollvernd, sem þó miklu hagkvæmari leið fyrir þjóðina að fara þá leið heldur með beinu fjárútlátum. Þannig að ég var pínur með að skilja það að þetta raun og veru ágæta verkfæri sem nýtt með virkum hætti meira allan heim, skuli ekki vera mennir skuli vera svona tregir til að nýta það hérna með eðlilegum hætti. Ef við horfum síðan bara á stöðuna 2019, 2020 er svona óvenjulegt ár og kannski ekki alveg eðlilegt að horfa þetta viðmiðunar, að þá þetta bara svona, við erum að tala upp undir fjórðung af kjöti á markaði sem erlent og síðan sé ekki hérna fyrir neðan pilsur og unnar kjötvörur. Ef við skoðum bara hvernig sá flokkur var samsettur 2019 þá það 340 tonn af því svínakjöt. Ef þú reiknar það upp með kjöt með beini þá náttúrulega sjáum við það að hlutfall svínakjöts á erlend svínakjöts á markaði mun hærri en 25% sem eru þarna fyrir ofan. Þess skal getið og svolítið algengt í umræðunni að sko það þýðir ekki endilega það að erlend svínakjöt hafi 25-30% hillaplásin í verslunum. Þetta erlenda kjöt ekkert mest þar. Það langmest inn á stórútlásamarkaðnum og þar sem að viðskiptavinir sjá það miklu síður, hinn almenni neytandi. Það nefnilega svolítið mikið notað í röksemdafærslunni fyrir því að það bara heimila helst óheftan innflutninga án nokkurra tollverndar svo að ítrekka koma fram niðurstöður í könnunum þess efnis að íslenski neytendur séu mjög áfram íslenska framleiðslu og kjósa hana frekar og hafi mikla verðtegni þar. Raunveruleikinn sá hins vegar að fyrsta lagi kýs fólk nú oftast með buddunni þegar það kemur í búðina og hitt það að þessi vara, hún finnur sér langmest stað inn í mötuneytum, veitingastöðum og svoleiðis frekar heldur en í hillum verslana. Þannig að hlutfallið á markaði miklu hærra heldur en almenni neytandi sér í búðinni. Það svolítið algengt að fólk haldi að það sé
sneiðmyndamarkaðnum en svo ekki. Síðan það staðan, ef við tölum aðeins samkeppnisumhverfi að það liggur alveg fyrir að við erum að keppa við innflutning eins og Yngvi búinn að fara yfir og þessum 2 fyrstu glærum hjá mér að við erum að keppa þar við að mörgu leyti ofurefli og mjög lága tolla. Síðan hitt það að á smásölumarkaði á Íslandi eru mjög fáir stórir aðilar sem eru alveg dóminerandi á markaðnum. Þetta graf sem þessi súluritt sem þarna merkt bara beint upp úr greiningu meninga á markaðshlutdeild matvælainnkaupa fyrir 2020 sem nýkomið út og hægt að finna á heimasíðu þess fyrirtækis. Og það hafa í huga að Hagkaup og Bónus eru í eigu sama aðila, en þá erum við að tala aðila þar sem tæp 50% samkvæmt þessum mælingum og 2 aðila og næsti aðili 30% og svo 10 og aðrir miklu minni. Þannig að staðan svo að þessar verslunarkeðjur ráða lögum og lofum í smásölumarkaði á Íslandi. Og þeir aðilar sem að selja inn á þessa ágættu viðskiptavini, sem við seljum okkar viðskiptavinir í verslunin en ekki endilega lokalendandinn, ráða algjörlega því hvað sett fram og hvernig það sett fram. Staðan svo á íslenskum matvælaleiðina að þetta matvælamarkaði, þetta enda þekkist erlendis líka og mjög áberandi erlendis. Til dæmis í Bretlandi sem mjög þróað land í smásölu, þar þetta mjög algengt trend. Það að segja að stór hluti þeirra vöru, þeirra svona hefðbundnu matvöru sem í boði er í svokölluðum einkamerkjum eða private label, sem þá vörumerki viðkomandi verslana. Þetta bónusvörumerki, þetta krónuvörumerki, þetta kjötborðið hjá Netto og svo framvegis. Þetta vörumerki sem verslanir eiga sjálfar og láta framleiða í fyrir sig. Þetta gerir það verkum að framleiðandinn hefur mjög veika samningsstöðu gagnvart versluninni. Það ofboðslega auðvelt að skipta honum út án þess að loka viðskiptavinurinn hafi nokkra hugmyndum að það sé verið að gera það. Það að segja loka viðskiptavinurinn veit ekki hver upprunalegu birgi og þar lendi verið tegundatryggð myndast hún ekki nema bara við verslunina en ekki við frumframleiðandann eða framleiðandann þessari vöru eða pökkunaraðila sem að gerir það verkum að það vaxandi erfitt fyrir fyrirtækin að aðgreiða sinni á markaði og varan þróast þá meiri í það að vera bara svona almenn hrávara frekar en að vera vara sem hefur sterkt vörumerki og menn geta jafnvel aukið verðgildi á með einhvers konar tegundatryggð við viðskiptavinni. Þetta bara staðreynd og þetta að gerast í Evrópu og reyndar í Bandaríkjunum líka og hefur verið að gerast undanfarin áratugi. En það veldur svona sérstakri stöðu þessu. Og síðan vill til og eitthvað sem ég kem aðeins meira betri en á eftir, en það náttúrulega þannig að þessi staða, þegar þú ert með fleiri birgja heldur en kaupendur á smásölumarkaði, að þá myndast svolítið sérstök staða. Þetta yfirleitt ekki góð staða bara fyrir þess að markaði fungeri með eðlilegum hætti. Þegar þú ert með fleiri aðila sem verið að selja heldur en vilja kaupa, þá myndast mikið vald hjá kaupandanum. Það kemur mikið kaupandavald í þetta og þetta verður mikið kaupandamarkaður. Talan ekki þegar að menn að díla við jafnvel til langstíma í tilfelli lambs ákveð offramboð af vörunni og til skamstíma í öðrum kjötafurðum að þá myndast sérstök stemning á markaði við þessar aðstæður sem ekki kannski alveg svona samkvæmt hagfræðibókunum og þetta hagar sér einkennilega sem að dregur úr verðmætasköpun í keðjunni. Og þá spurning, hver vandinn? Þarna ég með svona graf sem svona unnið úr sömu gögnum eða svipuðum gögnum sem Yngvi var með áðan, þó ég sé ekki með bændaveð þarna inni, það hentar mér ekki mjög vel. Það má ekki segja þetta, það má ekki grínast með þetta er grafarvægt mál. En þarna sjáum við að rauða línan vísitala neysluverðs. Og síðan aðskilnaður kjöttegundir og síðan setti ég inn til gamans annars vegar vísitölu flutnings á vegum sem stór kostnaðarliður í rekstri kjötafurðastöð á Íslandi, bæði vegna aðflutnings, gripa og þess að flytja vörur á markað og svo launavísitala sem náttúrulega mjög stór kostnaðarliður í rekstri iðn fyrirtækja á Íslandi. Og í besta falli hefur fram til ársloka 2019 hefur kjöt þróast í takti neysluvísitölu. Nautakjöt svona í lok 19 að kissa neysluvísitöluna og hefur verið svona örlítið fyrir ofan hana meirihlutann á tímanum frá 2015. Aðrar kjöttegundir hafa verið undir, lamb mikið undir. Og
Þarna setti ég líka kjöt unnið reykt og saltað eins og Yngvi sagði áðan er miklu meira lýsandi vísitala fyrir svínakjöt heldur en nýtt og frosið. En þetta svolítið áhugavert graf. Þetta svolítið raunveruleiki iðnfyrirtæki sem að vinna á íslenskum neytendamarkaði, óháð því hvort að það kjöt eða eitthvað annað. Ef við segjum að neysluvísitalan sé svona einhver indication á vöruverð, það að þessi stóru kostnaðarliðir hafa verið að hækka langt frá neysluvísitölu. Þetta það sem að stjórnmálamenn nota síðan til að slá sér á brjóst og segja að þessi aukinn kaupmáttur og allt sé æðislegt. Það eitthvað sem borgar hann. Það eru bara svona fyrirtæki eins og það sem ég starfa á hjá og fleiri svipuð sem í raun og veru að borga þennan aukka kaupmátt með því að vöruverð hækkar minna heldur en launakostnaður. Þetta orðið mjög þungt, svo ekki sem meira sagt. Ástæðan fyrir því að við lendum í þessari stöðu það sem ég rakti áðan. Það vaxandi innflutningur sem að gera okkur erfitt og reyna ómögulegt við að velta verðhækkunum á kjötinu með fullnægjandi hætti út í verðlag og svo hitt þar sem voru með viðvarandi lélega stjórnurinn og magni á markaði þar sem að innflutningurinn verður svona ódýr og þá lendur í ákveðnu óframboðamarkaði sem veldur ennþá meiri erfiðleikum með að hækka og tala ekki þegar við erum með fleiri söluaðili heldur en kaupendur á markaðnum og myndast þessi einkennlega staða og afleiðingin svo sem að þarna sést. Og niðurstaðan úr þessu svo að fyrirtækin allflest, ef ekki öll, eru búin að vera að hagræða mjög mikið á liðnum árum. Og sem dæmi, þó það sé nú ekki sagt þarna í berum orðum, þá þannig til mér sé tilfelli norðlenska að kostnaðarliðir ef við skiptum rekstrarkostnaði félagsins í 3 liði sem þá kostnaði við seldra vara, kostnaði við sölu og stjórnun og þess háttar og svo annar rekstrarkostnaður. Þá það þannig að kostnaði við sölu og stjórnun annars vegar og annar rekstrarkostnaður hins vegar fyrir árið 2020 lægri krónutala heldur en það var árið 2013. Á því tíðanbili hefur neysluvísitala hækkað 18% og launum 50%. Þannig eitthvað menn búin að skera niður. Og það duglega og komið farin að skrapa beinið svolítið, en það hefur ekki dugað til út af þeirri þróun sem á þessu grafi sést. Þetta grafalvarleg staða og maður verður að komast út úr einhverjum hætti og leiðin þar að mínu viti ekki svo að leyfa óheftan innflutning og fara svo bara mókur sameiginlegum sjóðum. Síðan hérna svona sérstök vandamál á COVID-tímum, þá myndast ennþá leiðinlegri aðstæða. Það hafa verið mikla sveiflur á markaðinu á COVID-tímanum. Stóreldarsmarkaðurinn svo gott sem hvarf alveg á tímabili. Og það myndaðist offramboð á kjöti og það var verið að flytja inn ofan á afar ódýrt kjöt frá Evrópu því að það var svipað trend þar. Þar var það offramleiðsla á kjöti og kjöt lækkaði mjög mikið og sem olli því til þess að kvótar voru mjög ódýrir í fyrra. Það var bjóðið með lágt í kvóta í fyrra og þrátt fyrir þessa breytingu á útboðsfyrirkomulagi sem við nefndum áðan og Erna spurðum áðan núna áramótin þá dugar það ekki til þess að gera eðlilegt samkeppnisumhverfi við innflutning. Og miðað við það sem boðið í tollkvóta og það magn sem fór út á tollkvótum á hvað verði það fer fyrstu 4 mánuði þessa árs bendir til þess að innflytjendur ætli sér að flytja inn umtalsvert magn af kjöti núna fyrstu 4 mánuði þessa árs þrátt fyrir það að það nokkuð fyrirsjáanlegt að COVID-áhrif verða verulega á tímabilinu og talsvert til af kjöti í landinu og einhverjir biðlistar að þá þetta svona staða sem við höfum áhyggjur af. Og í því sambandi má benda þarna á þetta graf þarna fyrir neðan sem sýnir raun og veru hvað að gera með sín nautakjötunni sem svolítið umrætt núna og svolítið vandamál með núna að við sjáum hvernig neysluvísitala búið að þróast á árinu 2020, hvernig verð á kjöti búið að þróast 2020 og hvernig nautakjöti búið að þróast 2020. Þarna eru bara mjög alvarlegir hlutir uppi og svona hvernig menn bregðast í því ekki alveg ljóst en staðan klárlega mjög alvarleg og það að það sé verið að fara að flytja inn hundruði tonna af nautakjöti fyrstu 4 mánuði ársins í þessu ástandi finnst manni galið og mikil vonbrigði fyrir geirann að sú vinna sem var verið að vinna fyrir áramótin varðandi það að reyna að fresta útboði á tollkvótum fyrir þetta ár vegna bara ófyrirsjáanlegra og sérstakra aðstæðna.
það skyldi ekki hafast var mjög skaðlegt. Það er svolítið sérstakt í raun og veru að upplifa og við sjáum það á fundum sem sum okkur hafa væntanlega sótt, eins og til dæmis nýjastæðin fund félags atvinnurekenda þar sem var samkeppnisyfirvöld, forstjóri samkeppnisyfirvalda hélt tölu. Það er með nokkrum ólíkindum viðhorf samkeppnisyfirvalda til greinarinnar og til úrvinnslu landbúnaðarvara á Íslandi og allavega fyrir mína parta finnst mér að lýsa miklu skilningsleysi á sérstöðu þessa iðnaðar á markaði. Þetta er ekki hefðbundin markaður. Þetta er ekki hefðbundi fyrirkomulag. Það eru ákveðnir þættir hefðbundis markaðateknir úr sambandi við úrvinnslu sérstaklega dýraafurða í landbúnaði. Til dæmis eins og það að kjötafurðastöðvar, sláturhúsin, hafa til dæmis ekki þann möguleika að neinu verulegu magni að draga úr innkaupum. Vissulega má segja að það sé verið að draga úr innkaupum eitthvað í nautakjöti í dag, biðlistar hafa lengst, en þó ekkert brjálæðislega og slátrun hefur ekki mikið dregist saman, en til dæmis eins og í tilfelli sauðfjár og svína er ekki möguleiki að draga úr slátrun. Það eru þarna dýravelferðarmál og annað, þetta verður að ganga í takt, frumframleiðslan og sláturhúsin og úrvinnslan og það þýðir það að ákveðin þættir í lögmálsmarkaðarins fara úr sambandi. Frumframleiðandinn hefur tryggað sölu á vöru sinni óháð eftirspurn. Það er náttúrulega ekki hefðbundið markaðsmódel. En mér finnst lítið tekið til þess þegar við erum að fjalla um þessi mál á vettvangi samkeppnisyfirvalda, þetta er sérstakur bransi að mörgu leyti. Staðan er þannig að ég vil meina að afurðastöðvarnir hafi staðið við hlið bænda á þessum tímum og finnst ekki rétt að þeim sem stillt upp sem gagnstæðum pólum í því. Staðan einfaldlega sú að afkoma kjötafurðastöðva sýnir það í raun og veru að þær hafa stillt sér upp við hlið bænda. Það má færa mjög sterkur rök fyrir því og reyna að sýna fram á það að í raun og veru hafi kjötafurðastöðvar borgað of hátt verð fyrir kjöt undanfarin misseri í þeirri viðleitni sinni að viðhalda framleiðsluvilja bænda. Það liggur alveg fyrir að verð á kjöti, verð á gripum til sláturhúsa frá bændum í dag má alls ekki vera lægra en það og er líklega of lágt til að viðhalda eðlilegum framleiðsluvilja bænda. Og þessu hafa menn í kjötafurðastöðvargeiranum klárlega áhyggjur af. Það er að segja, ef við skoðum grafið sem ég var með áðan sem þróun verðs á nautakjöti árið 2020 og birgðahaldi í nautakjöti sem dæmi, að þá myndi menn telja eðlilegt núna að nautakjöt myndi lækka til bænda. Staðan er hins vegar sú, og það má vel verið að gera það, en staðan er hins vegar sú að verðið á kjötinu er með þeim hætti í dag að afkoma bænda af framleiðslu þess er mjög rýr, ef nokkur. Og af teknum tilliti fóðurkostnaðar og fleiri þáttar. Þannig að það sem við sem erum að vinna í þessari virðiskeðju höfum áhyggjur af er það að þessi staða muni valda því að verð til bænda verði að lækka, framleiðsluvilji þeirra mögulega laskist mjög mikið, dragi úr framleiðslu og þeir sem þekkja eitthvað til nautakjötsframleiðslu vill að það er mjög langur framleiðsluferill og það verði örðugt og jafnvel ómögulegt að ná framleiðslunni upp aftur með þeim hætti, með eðlilegum hætti að bændum muni verða tregir til að byrja að nýju. Mikið áhyggjuefni og gæti haft verulega slæm áhrif á framleiðslu þessara vöru á Íslandi til langs tíma. Maður vill ekki hugsa til enda, en þetta er raunveruleiki og þess vegna voru gríðarleg vonbrigði að stjórnvöld skyldu ekki skilja þessa stöðu og grípa til miklu róttækari aðgerða núna áramótin heldur en breyting á útboðsfyrirkomulagi, án þess að ég sé að eins og Ingvi sagði, ég er ekkert að segja að það hafi ekki verið ágætt skrefið, þá bara engan veginn nóg. Þannig að af þessu höfum við áhyggjur. Það sem við þurfum að gera, að mínum viti, það er lífsnauðsynlegt að breyta regluverki á þá lund að rekstrargrundvöllur þessar greina sé tryggður til einhvers tíma. Þessi vegferð sem við erum á núna, hún er að bíða skrifbót. Þetta er ekki að ganga. Það er ekki næg endurnýjun hvorki fyrir frumframleiðendum né hjá úrvinnsluaðilum. Þetta er módel sem er ekki að ganga. Og allavega það sem ég hef tekið þátt í, þá erum við ekki að biðja um peninga, við erum að biðja um sanngjarnar leikreglur.
eins og Yngvi var að segja áðan að þegar tollverndin liggur mætti fara út í verða 0 ef að menn væri bara með eðlilega leikreglur. En ég hins vegar talsmaður þess að tollverndin sé notuð með skynsamlegum hætti sem bara stýri verkfæri fyrir innlenda framleiðslu og stuðning við landbúnað. Það líka sanngirnismál fyrir neytendur að mörgu leyti að þetta sé gert með þeim hætti að það séu bara eðlileg tollvernd á þessum vörum og innlendi framleiðandi geti lifað af atvinnugrein sinni, þá nú hjá neytendur viðkomandi vöru að greiða fyrir það annars vegar gegnum tollverndina og hins vegar í gegnum vöruverð fyrir íslenska framleiðslu, frekar heldur en að verið sé að borga þetta úr sameiginlegum sjóðum, sem að þýðir þá að allir að greiða fyrir þetta, þá líklega í vasa innflytjenda, en ekki endilega bara neytendur viðkomandi vöru, sem ætti að vera sanngirnismál fyrir neytendur. En það mér sýnist að þeir sem stjórna þeim málum horfa ekki þannig á málum. Og við náttúrulega sjálfsögðu að vinna því að hagræða þess mikið og við getum, ég held að afurðastöðvarnar séu flestar búin að hagræða svona það mikið og að geta innan þeirra og menn þurfa að fara að stíga stærri skref. Við í þessu kjördæmi eins og Hólmgeir kom inn á í upphafi erum að reyna að sameina norðlensku kjarnafæði, það er ekki farið fram hjá mörgum að sú vinna í gangi. Það með ólíkindum hvernig okkur hefur gengið í því verkefni. Það mikill mótvindur hjá samkeppnisyfirvöldum í þeirri vinnu og stundum á maður erfitt með að skilja hvað býr þar að baki. Þetta miklir hagsmunir fyrir bændur og neytendur og ég hugsa reyndar að það verður miklir hagsmunir fyrir bændur og neytendur að gengið miklu lengra í hagræðingu í kjötafurðastöðugeiranum og þar nærtækast og eðlilegast að horfa til þess hvernig farið var fram í mjólkuriðnaðinum og þau spor ætti ekki að hræða. Mjólkursamsalan eitt glæsilegasta fyrirtæki landsins á neytendamarkaði með vöruþróun og framsetning á vörum á par við það besta sem við sjáum í nágrannalöndunum okkar og vörum verður miklu ágætum og ég verð ekki var við annað en að bændur geti næstum því lifað af rekstri sínum með innleggi inn í það ágæta fyrirtæki. Þannig að þau spor ætti ekki að hræða. Við ættum ekki að vera smeyk við það hvorki sem framleiðendur og þá bændur né sem neytendur að hleypa kjötiðinnan í þá áttina. Og það bara þannig eins og við vitum kannski að allur íslenskur kjötiðinnaður sem afurðastöðvarnar eru með veltu sem innan við 5% af veltu Danish Crown sem dæmi. Og Danish Crown stór þáttakandi á markaði á Íslandi eins og Yngvi sýndi í kökurréttum sínum áðan. Það stór hluti frá Danmörku, ég sá lungin af því sé frá Danish Crown sem það með Danmörku. Þannig að þetta það sem við erum að gera. Síðan líka annað í þessu sem við verðum að horfa til það að nákvæmlega eins og Yngvi nefndi hvað við erum að horfa á litlar einingar. Pínu litlar einingar í öllum eðlilegum samanburði. Sem þýðir það að við erum í vaxandi erfiðleikum með það að verða við kalli nútímans hvað varðandi umhverfismál. Og við náttúrulega sjálfsögðu reynum okkar besta og pökkum í pappa og allt þetta sem við erum að reyna að gera bæði fyrir umhverfið og til þess að laða neytendan á okkar vöru. En það samt þannig að til þess að við getum brugðist vel við til dæmis varðandi frekari úrvinnslu aukaafurða, minnkun á úrgangi og slíkt, þá þurfum við að fara í stærri einingar sem styðja fjárfestingu í þeim efnum. Flestar rekstrareiningarnar á Íslandi í dag, til dæmis í stórkaupaslátrun, eru það litlar að þær styðja ekki nauðsynlega fjárfestingu til að geta unnið betur úr aukaafurðum og jafnvel búið til úr þeim vörur til fóðurs, jafnvel fyrir í manneldi í þessum tilfellum. Og það mikilvægt að þessar einingar fái að þjappa sig saman þannig að slík úrvinnsla sé möguleg. Þetta sjáum við meðal annars í mjólkuriðnaðinum þar sem við erum að tala um stórar fabrikkur sem að gætu ekki orðið að veruleika ef við værum með fjölda lítilla mjólkurbúa. Þú þarft stærðina að lágmarki þá stærð sem við erum með á Íslandi til að geta stutt svona fjárfestingu og þá hún ábatasöm. Þá hef ég lokið máli mínu. Bestu þakkir fyrir þetta, Ágúst Torfi. Það ekki mikið spurningar sem eru komnar inn núna. Það hérna ein frá Gunnari. Ég hins vegar að hugsa að fara þá leið að við klárum bara erindi á meðan að fundurinn í streymi og tökum svo spurningar í lokin og umræður. Ef að Ágústa tilbúin, Ágústa, þá vil ég bjóða þér að taka við. Já, komiði sæl.
öll sumur og ég ætla nú að byrja að þakka bara fyrir þetta góða boð að fá að koma og leggja á mig belg. Ég nú ekki með svona fína glærur eins og allir aðrir, þannig að menn verða bara að láta sig duga að horfa á mig í staðinn fyrir glærurnar. En já, miðhálendis þjóðgarð, ég mun svona kannski þetta fer víðan völl og snýr kannski meira bara að búsetu á landsbyggðinni og svona snertir bæði landbúnað og annað. En já, miðhálendis þjóðgarður, hvað skal byrja í svo stóru máli? Fyrst skal nefna að það land sem talað eru þjóðlendur. Og lög þjóðlendurnar tóku gildi 98 og á þeim tíma var þetta eitt stærsta landnám Íslandssögunnar að land sem var úrskurðað að væri talið eigendalaust var lýst eign ríkisins. Þjóðlendurnar heyra undir forsætisráðuneyti, þær eru eign ríkisins en sveitarfélögin sjá reksturinn og eru í samstarfi við ráðuneytið sem og ótal aðra. Þetta lýðræðislega rekið land og lykilorðið fyrir mér lýðræði í allar þessari umræðu. Þetta lýðræðislega rekið land þar sem lýðræðislega kosnir fulltrúar fara með stjórnunar og ákvörðunarvaldið og valdinu dreift víða og þjóðlendurnar eru sérstakt eignarréttarlegt form á landi. Í 4. grein þjóðlendulaganna segir til dæmis að á vegum ráðherra skal starfa samstarfsnefnd um málefni þjóðlendna í eiga sæti fulltrúi ráðherra sem jafnframt formaður nefndarinnar. Fulltrúar þeirra ráðherra fara með skipulagsmál, sveitarstjórnarmál, málefni iðnaðar og málefni landbúnaðar. Þarna kemur skýrt fram til dæmis að aðkoma fleiri ráðherra í ríkisstjórn. Í hálendisfrumvarpinu hins vegar búið að samþjappa öll ráðherravöld niður í hendur eins ráðherra. Í 5. grein þjóðlendulaga segir líka að þeir sem hafa nýtt land innan þjóðlendu sem afrétt fyrir búfénað eða haft þar önnur hefðbundin not sem afréttareign fylgja skulu halda þeim rétti í samræmi við ákvæði laga þar Í 22. grein frumvarpsins segir að hefðbundin landnýting svo sem búfjárbeit, fuglaveiði, hreindýraveiði og veiði í ám og vötnum sé rétthöfum heimil enda séu uppfyllt ákvæði 3. greinar. Þetta allt of almennt að mínu mati. Miðað við þau einhliða völd sem gefin í frumvarpinu og gefur það augaleið hversu auðvelt það verður að virða landnýtingarréttin að vettugi. Þar sem að ráðherra eða þjóðgarðsvörður getur ef hún sýnir svo loka slóðum og heilu svæðunum allt árið kring eins og segir í 25. grein eftirlit. Það alveg klárt að núverandi nytjaréttarhafar þeir þurfa sinn rétt mikið betur tryggðan í frumvarpinu. Eins þegar talað sjálfbæra nýtingu og náttúrulega ferla í 3. grein markmið garðsins. Þetta hvergi skilgreint og þetta því mjög loðið og teygjanlegt og mistúlkanlegt. Þetta þarf að vera miklu skýrar. Þjóðlendulögin til dæmis veita ekki heimild til að svipta menn eignum sínum, hvorki eign á löndum né öðrum réttindum. Og í núverandi lögum Vatnajökulsþjóðgarð sem að myndum bara bera saman lög Vatnajökulsþjóðgarð saman við núverandi frumvarp þá Vatnajökulsreglugerðirnar eins og lítill sætur kettlingur við hliðina á þessu frumvarpi. En það segir til dæmis að heimilt með samþykki landeiganda að friðlýsa land sem hluta Vatnajökulsþjóðgarðs. Gerður skal samningur milli ráðherra og landeiganda slíka friðlýsingu, þar sem meðal annars kemur fram hvaða landnýting heimil á svæðinu. Stjórn þjóðgarðsins hefur eftirlit með að samningar við landeigendur og þjóðgarðsins séu virtir. Þetta mjúkort og í sjálfu sér ekkert athugavert við þetta. Í hinu nýja frumvarpi breytist þessi lagagrundvöllur harkalega og gott dæmi þá harðlínu sem einkennir allt frumvarpið í gegnum mér og minna. Í 2. grein þá ráðherra heimilt með reglugerð að ákveða stækkun hálendisþjóðgarðs og friðlýsa landsvæði utan þess landsvæði sem tilgreint í 1. málslið, enda liggi fyrir samþykki landeiganda og viðkomandi sveitarstjórnar. Svo förum við yfir í 5. grein. Hálendisþjóðgarði heimilt að fengnu samþykki ráðherra að taka eignarnámi land, mannvirki og réttindi til að framkvæma friðun sem lög þessi mæla fyrir 14. grein. Þá skal stjórnunar og verndar áætlun hálendisþjóðgarðar einnig ná til jaðarsvæða þjóðgarðsins og þá kemur upp spurningin, hvað eru jaðarsvæði? Hvernig skilgreinir þjóðgarðurinn jaðarsvæði? Sú skilgreining liggur hvergi. Hversu nálægt þjóðgarði þarf þó að búa til að tilheyra jaðarsvæði? Fjölmargar jarðir eiga land að þjóðgarðsmörkum. Þetta segir okkur þá að stjórnunar og verndaráætlun þjóðgarðs muni heimfærast á þessi lönd. Þá getum við líka sagt, ok, ef ráðherra ákveður að taka land, eignarnámi og víkka út þjóðgarðsmörk,
þá ósjálfrátt víkkar jaðarsvæðið yfir á næstu jörð eða land sem að mun það sjálfkrafa falla undir stjórnunar- og verndaráætlun þjóðgarðs. Þetta þýðir að landeigandi og rekstraraðili sem vill byggja upp frekar innviði á sinni jörð, hvort sem að það tengt búskap, ferðaþjónustu, garðyrkju eða annað og bara svo óheppinn að eiga heima á jaðarsvæði, mun reynast mjög erfitt, ef ekki ómögulegt að þróa og eða stækka innviðina sína. Sú nálgun eða skilningur sem sumir leggja í jaðarsvæðin að það sé það svæði sem næst sé þjóðgarðslínu innanfrá, það bara stenst ekki í mínum hugum. Það kemur skýrt fram í frumvarpinu að stjórnunar- og verndaráætlun gildi í öllum þjóðgarðinum og að sveitarstjórnarvaldið innan þjóðgarðs verði ávallt bundið þeim. Hvers vegna þarf þó að taka það sérstaklega fram að stjórnunar- og verndaráætlun gildi út við jaðrana. Hvað sem að öðru líður að þá þarf þetta til dæmis að vera miklu skýrara. Hvað með þá sem nú þegar hafa byggt upp myndarlega ferðaþjónustu á hálendinu sem af fjölbreyttum toga. Í 5. lið 3. greinar segir að leitast verði við að efla og styrkja byggð og atvinnustarfsemi í nágrenni þjóðgarðsins. Lítilega engin áhersla virðist vera lögð á starfsemi innan þjóðgarðs. Og í því samhengi má spyrja hver þörfin sé að leyfisskylda alla starfsemi á hálendinu. Og nú þegar eru kvótaúthlutanir byrjaðar, sem að mínu mati alröng þróun, því að ef úthlutaðir kvótar fylgja svo fyrirtækjunum, þá verður komin þarna grundvöllur fyrir stærstu fyrirtækin á markaðnum að kaupa upp þess mestu. Og þetta getur því hæglega haft í för með sér öfug áhrif á þessi markmið þjóðgarðs og neikvæð áhrif á ferðaþjónustuna. Í 5. grein frumvarpsins fjallað gerð tímabundins lóðaleigusamnings innan þjóðgarðs. Þar mælt fyrir heimild forkaupsrétt ríkisins að við sérhver aðilaskipti að beinum eða óbeinum eignarréttindum. Og maður veltir þá fyrir sér hver staðan verður hjá þeim sem að eiga og reka gangnamanna og gistiskála sem að finna víða hálendið og í eigu hinna ýmsu samtaka félaga og fyrirtækja. Og ekki komið þarna býsna góð grundvöllur þá fyrir þjóðgarðinn að yfirtaka eignir og koma í veg fyrir áframhaldandi eignarhald einkaaðila sem og stjórntæki til að bola ákveðnum eða völdum einkaaðilum út af svæðinu. Þetta allavega vangaveltur sem vert að setja fram. Svipað fyrirkomulag einmitt á minni jörð, svo ég fari svona aðeins og tala út frá bara persónulegri reynslu. Ég á jörð sem heitir Miðavellir og á vesturbrún Ásbyrgis. Ríkið seldi fyrrum ábúanda jörðina árið 2000. Ríkið á alltaf forkaupsrétt. Þannig að í rauninni ekki hægt að selja jörðina. En ríkið klikkaði á að setja í kaupsamningin að ekki mætti arfleiða neitt af jörðinni. En það nákvæmlega það sem ábúandinn gerði ári áður en hún lést til að þess að forða því að ríkið tæki hana undir þjóðgarð og legði hann í eyði. Og ég svo sem að erfði jörðina, en þetta allir miklum titring í Suður umhverfisráðuneytinu og fékk þáverandi þjóðgarðsvörður hringingu frá þeim til að spyrjast fyrir hvað var eiginlega í gangi. Þessi ákveðni þjóðgarðsvörður, hann vann til dæmis að því að úthýsa sumarbúðunum við Ástjörn sem hafa verið hér við góðan orðstír í 75 ár. Það ástæða fyrir því að fólk hér í Kelduhverfi og Öxarfirði treysta ekki þjóðgörðum. Stanslaus ágirnd ríkisins í stórt landsvæði hér norðan þjóðvegar 85 í Kelduhverfi spannar í raun 20 ára og endaði að lokum þannig að árið 2014 var óskað eftir því við fjármálaráðuneytið að höfðað yrði mál á hendur okkur landeigendum og 2017 fengum við tilkynningu fyrirhugaða málsögun. Nú í febrúar þá verður málið rekið fyrir héraðsdómi í 3. sinn frá upphafi. Og þessi mál hér okkar svæði eru margslungin og ótrúleg og delist engum að þetta snýst þjóðgarðsmál, þrátt fyrir að þetta sé þetta skipti dulbúið sem veiðréttarmál í Skjálftavatni í nafni landgræðslunnar og sem mjög merkilegt þar sem að land mitt á þar engan réttni aðkomu. Það hefur lengi verið eitt af markmiðum Vatnajökulsþjóðgarðs að hann nái frá sjó til sjávar og þetta eitt síðasta vígið á þeirri vegferðara. Það má nefna að núverandi landgræðslustjóri, Árni Bragason, hann lagðist hart gegn sölu á jörðinni árið 2000 en hann var þá forstjóri Náttúruverndar ríkisins. Og maður orðið mjög erfitt með að skilja þessa eyðibýlastefnu stjórnvalda. Í núverandi fyrirkomulagi þjóðlendna deiliskipulag unnið af sveitarfélögum sem svo leigja lóðir innan þess, sem sagt af ríkinu.
Og sveitarfélögin sjálf innheimta svo lóðarleigugjöld af þeim rekstraraðilum sem að nýta lóðirnar. Mergur þessa máls að sveitarfélögin eru skyldug til að setja þann pening sem að inn kemur fyrir lóðarleigu tilbaka inn á sama svæði í formi einhvers viðhalds, uppbyggingar, landgræðslu og fleira. Og þau þurfa svo að skila og sýna fram á nýtingu férsins. Ef af miðhálendisþjóðgarði verði, mun sú stofnun eignast þetta land og innheimta þar afleiðandi lóðargjöldin. En merkilegt nokk að þá ekkert sem að skylda þjóðgarðinn til þess að setja ákveðið lóðargjald aftur inn á það svæði sem að lóðin tilheyrir. Gjöldin fara í ógagnsæja hít, þar sem engin tryggingar fyrir því að féð verði notað til uppbyggingar á því svæði. Engin þarfagreining hefur verið farið fram nauðsyn þessa bátts, hvorki gagnvart stjórnsýslustigi né náttúruverndarstigi. Engin kostnaðar eða framkvæmda áætlun hefur verið lögð fram af hálfu umhverfisráðherra nema þá gróft mat kostnað á uppbyggingu sem hljómar upp á 3 til 5 milljarða. Og eru þessi vinnubrögð í lagi, spyr ég. Enginn hefur enn getað bent á vankanta eða þessa svokölluðu óreiðu sem menn benda á þegar þeir eru krafðir svör, hvorki stjórnsýslulega né annað. Fylgjendur hálendisþjóðgarðs flökta mikið á milli orðanna náttúruvernd, komandi kynslóðir og ferðaþjónusta. Eða orðsins utanvegaakstur sem í miklu uppáhaldi hjá þeim. Eins og forsætisráðherra greip til þegar hún var spurð hvers vegna miðhálendisþjóðgarð í setti hjá RÚV þar sem hún var með Sigmundu Davíð. Þetta var eina orðið sem henni datt í hug að nota sem rök fyrir slíku bákni. Og það segir meira en margt fyrir mér. Og þá mætti benda á í því samhengi að samkvæmt tölum Umhverfisstofnunar að þá mestur fjöldi utanvegaaksturs á Breiðamerkursandi sem að ég veit ekki betur en tilheyrir Vatnajökulsþjóðgarði. Þjóðgarður kemur ekki í veg fyrir utanvegaakstur. Í einu orði talaði að þetta muni verða flaggskip Íslands og bjarga okkur með auknum gjaldeyristekjum og ferðamannastraumi til landsins og í næsta orði talaði að halda verði mestum fjöldanum við jaðra hálendisins því að náttúran sé svo viðkvæm fyrir ágangi og hann að verða vernda. Þetta bara annað orði við lokanir og kvótaúthlutanir. Vandamál massatúrisma í þjóðgörðum síðustu áratugina orðið viðurkennt alþjóðlega og hafa margar vandaðar skýrslur og rannsóknir verið gerðar sem að sýna fram á hættuna sem að þeim steðjar. Ferðaþjónustan hér á landi ung í árum og stutt síðan yfir okkur helltist ferðamanna alda sem við höfum illa ráði við, bæði hvað varðar dreifingu og vegna álags á náttúru og minjar. Að gefa hálendinu stimpilinn þjóðgarður myndi eingöngu stofna viðkvæmi náttúrunum þar í enn meiri hættu að mínu mati. Og svo þessi spurning, viljum við í alvörinu stofnanavæða hálendið okkar? Viljum við sjá rúmlega 30% af lendur okkar verða stofnun, innan stofnunar, innan ráðuneytis, innan alþingis. Ef af hálendisþjóðgarði verður, þá verður tæplega 50% landsins okkar friðað fyrir orkuvinnslu. Og það ekki enn búið að svara þeirri spurningu hvort hægt sé að sækja orku annar staðar sem að fullnægt geti orkuþörf komandi áratuga, eins og til dæmis fyrir orkuskiptin á öllum bílum, skipum og flugvélum sem að markmiðið Til þess þarf 1200 megawatt. Bara full orkuskipti á bíla fyrir árið 2030 þarf 600 megawatt. Og hvað í núverandi fyrirkomulagi kemur í veg fyrir að hægt sé að vernda landið okkar. Við eigum Umhverfisstofnun, Minjastofnun ríkisins, Landgræðslu ríkisins og fleiri stofnanir. Hverju þarf að stjórna sem núverandi stjórntæki ná ekki til? Hvernig ætla menn svo að bera sig að við fjármögnun slíks staðis og einspurning? Við erum að tala svæði þar sem mesti ferðamannafjöldinn fer á 3 mánuðum. Hálendið sjálft opnar yfirleitt seint og lokast snemma vegna snjóa. Tugir fulltrúa verða á launum hjá ríkinu við nefndarstörf innan þessara 6 umdæma sem ætlunin að skipta þjóðgarðinum upp í. Og einsýnt verður að mikill fjöldi milli stjórnenda mun bætast við launaskora ríkisins. Höfum við í alvörunni ekkert betra að gera með skattpeningan okkar. Kjarninn hjá mér snýst lýðræði og ferðafrelsi í mínum huga og að almannarétturinn sé tryggður en ekki að allt sé bannað nema annað sé leyft í nafni náttúruverndar. Það allavega ekki gjöfin sem ég vil gefa næstu kynslóðum. Og það aldrei réttlætanlegt að mæta öfgum með öfgum. Og með þessu frumvarpi hreint og beint verið að slá bæði sveitarfélög, fyrirtæki, íbúa og fjölmörg samtök hreinlega utanundir. Og svo mikla vinna og uppbygging sem átt hefur sér stað á svæðunum lítilsvirt að öllu leyti af mínu mati. Og með að friða hálendið, allt verið að taka burt mikilvæga kosti komandi kynslóða sem að þurfa að takast á við áskoranir sem í dag eru okkur huldar. Við búum á lifandi eldfjalleyju þar sem að náttúruhamfarirnar eru partur af okkar lífi
þó að margir virðast vera búin að gleyma því eða horfast í augu við vegna þess að við höfum bara það svo óbúslega gott í dag. Er til eitthvað plan B til dæmis ef að náttúruhamfarir af þeirri stærðargráðu dyndu yfir okkur sem myndu jafna Nesjavallavirkjun eða Hellisheiðarvirkjun við jörðu? Hvað með sogið sem að rennur úr Þingvallavatni? Í ljósi þess er með öllu óskiljanlegt hvernig einstaka þingmenn geta leyft sér að horfa á hálendið sem peð í einhverju valdaskák sem þeir geta slegið eign sinni á, eins og aðkoma sveitarfélaga og íbúa þeirra skipti þær engu máli. Og það mætti minna þingheiminn á að lýðræði byggist á því að völd ríkisins koma frá almenningi en ekki ríkinu sjálfu. Ég tel það siðferðislega rangt og andstætt þeim lýðræðislegu gildum sem að Alþingi og forseti Íslands eiga að vinna eftir þegar að til dæmis einstaklingur er skipaður í ráðherrastól án þess að hafa fengið til þess lýðræðislegt umboð almennings í gegnum kosningar. Og þetta vekur upp stóra spurningar hjá mér skyldur þingmanna, ráðherra og forseta Íslands gagnvart lýðræðinu. Og lengra ætla ég nú ekki að hafa þetta og ég þakka bara kærlega fyrir mig. Já, við þakkum Ágústu kærlega fyrir þetta erindi, skellegt eins og við var að búast. Ég ætla nú að leyfa mér að benda hlustendum og áheyrendum einnig á pistlana hennar Ágústu. Hún hefur skrifað fjölda pistla hálendisþjóðgarðinn sem eru mjög læsilegir. Þá erum við í raun komin að enda þessa eiginlega fundar. Það verða umræður núna í kjölfarið en við erum að koma að enda þessa fundar. Við erum komið með öll framsöguerindin og munum hægt að streyma fundinum áður en að við förum inn í umræðurnar. En mig langar bara að segja fyrir hönd okkar frummælendana 4 sem að öll erum starfandi í landbúnaðinum og matvælavinnslunni að megin hugmyndin okkar með því að koma saman í þessum fundi með þessum hætti var og er að reyna að koma á framfæri sem bestum upplýsingum stöðu greinarinnar, mikilvægið, hvernig þetta klukkuverk allt er að ganga, landbúnaðurinn og matvælavinnslan og hvernig hlutir eins og miðhálendisþjóðgarður tengist þessu öllu í gegnum landnotkun og lýðræði og ákvörðunarrétt þeirra sem eiga sínar jarðir og hafa sinnt jörðum og landgæslu í gegnum aldirnar. Vonandi verða þessar upplýsingar gagnlegar fyrir einhverja. Það var allavega okkar ætlun með þessum fundi. En takk kærlega til framsögumanna og ég segi þessum opna streymisfundi lokið en við förum þá yfir í umræður hér á Zoom.